Keppendur hvíldu lúin bein í notarlegum smáhýsum vegamóta í miðri Dalvíkurbyggð. Þau snæddu því næst endurnærandi morgunmat við höfnina, enda mikilvægt að gera sig klára fyrir Siglufjörð, nánar tiltekið skíðasvæðið í Skarðsdal. Þannig að nú sko að rista sér morgunslinnið og það stigiboði þar og það að lúkka svalur í skíðalyftu. Ég vil bjóða okkur velkomin á skíðasvæðið á Siglufirði. Núna stöndum við skíðaskálan og við neðstu lyftuna og vonandi njót þess sem ég get boðið ykkur upp á í dag. Guðmundur og Betty lönduðu fyrstu stigum dagsins með gríðarlega metnaðarfullri mynd í skíðalyftunni. Hópnum var því næst smalað á Kaffi Rauðku en þar beið þeirra að sjálfsögðu næsta verkefni. Þið fáið sem sagt stig fyrir matarlist. Það að segja hversu listfengið geti gert ykkar disk. Systkinin Guðlaug og Ísak sýndu svo sannarlega listfengi sitt í matarlistinni og eldust svo til muna við sigurinn að Ísak vippaði sér úr fötunum og afraksturinn var þessi líka fína siðsamlega nektarmynd. Næst lá leiðin á Síldarminjasafnið sem eitt stærsta sjóminja og iðnaðarsafn landsins og í 4 húsum. Í bátahúsinu tók hún Aníta við hópnum og demdi honum í æsilegan ratleik í kaffitíman. Þetta á að vera sko einfalt því hún sagði mér að þetta væri fyrir grunnskólabörn. En bara eitt ekki endilega taka spurningarnar í röð svo þið verði ekki halaróðu hvort á eftir öðru. 5, 4, 3, 2, 1. Af stað! Strax á fyrstu sekúndu upphófst mikið kapphlaup við tíman, jú hin liðin. Sjómannsbörnin voru komin á bragðið, Páll og Arnheiður voru enn stigalaus þennan daginn en Guðmundur og Betty höfðu samt forskot. Alveg þangað til að koma að því að finna bjóð. Hvað bjóð? Bjóð? Nei. Ég veit ekki hvað bjóð, þetta ekki bjóð? Nei. Bjóð. Stendur eitthvað? Hvað bjóð? Ég ekki kláð það. Þú ert sjómaður? Ég veit ekki hvað bjóð er. En maður veit ekki hvað bjóð er. Á þessum tímapunkti voru öll liðin nánast jöfn, en það gat aðeins orðið 1 sigurvegari. Þetta var bara ósköp einfalt. Heiða og Palli rulluðu þessu upp. Ég held að þau svara bara öllu réttu, vantaði eitthvað pínulítið upp á eina spurningu en hin liðin voru með 3 og 4 villur. Þá voru öll liðin búin að ná sér í stig þennan daginn og útlit fyrir spennandi keppni. En áður en Síldarminjasafnið var yfirgefið, gaf hópurinn sér tíma til að ná sér sameiginlega í aukastig í bónuskeppninni með glæsilegri stemmingsmynd. Þá erum við búin að skoða að minnst okkur hluta af þessu frábæra Síldarminjasafni. En næst komum við að kíkja í Allan til hennar Aðalheiðar Eysteinsdóttur hjá gamla Malavellinum. Og ég veit að hún með eitthvað leikhand okkur. Jæja, þá erum við komin inn í vinnusalinn og þið sjáu náttúrulega hér allt í kringum ykkur hráefni sem ég að nota og ég raða þessu svona, reyna að raða þessu svona eftir í hvernig spýtur þetta eru, langar og mjóar spýtur og sem sagt kuppa, alls konar. Það sem ég ætla að biðja ykkur að gera er að búa til fugla. Fugla. Og þannig að þið bara farið á borðin, hér er 1 kuppaborð og annað er þarna. Þið hafið 20 mínútur til að gera
fugl. Well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird. Það hefði viljað sem hérna undir. Nei, þetta svolítið sérstaklega. Þetta öðruvísi. Ég ætla að læta hans. The bird's a winner. Well, don't you know about the bird? Well, everybody knows that the bird is a winner. Well, a bird, bird. The bird's a winner. Well, Þá verðið að fara að huga svona að lokum, það 3 mínútur eftir á tímanum. 5, 4, 3, 2, 1, búið. Stoppa. Já, hvað getur maður sagt hann er búinn til að spýtum? Herðu, jú, maður þurfti alveg að hugsa svolítið því að mér langaði að hafa svona stóran gogg og þegar hann var kominn, þá var það svolítið vitlaust jafnvægi í honum. Þannig það var að vera stórt stér. Og svo letum við hann halla svona á móti til að halda nefinn. Herri, þetta gæs. Eins og þú sérð. Augljóslega. Bara já, það var mjög skemmtilegt. Og hvernig gekk þetta? Mjög vel. Það kom bara strax. Þetta himbrimi á Sundi og og hann búinn að sjá fisk sem alveg bakkan hinum megin. Hann teygir sér svona frammettinu og leið hann svo spenntur. Reisir hann stjelir. Þá erum við komin með fuglana tilbúna, búið að taka þeim límið og við ætlum svona aðeins að leggja eitthvað mat á hvernig þeim hefur tiltekist. Þessi fugl algjörlega hefðbundin, mjög sem sagt eins og maður myndi segja, eins og fuglar eru gerðir og langflest börn og svona þeir sem ég er ekki að gera lítið og eitthvað með að segja börn vegna þess að það eru þau sem eru svo skapandi og skemmtileg. Þeir eru fyrirfram búin að ákveða hugmyndina að fuglinum áður en þeir farið að kuppaborðinu. Nei. Já, ef ég væri að kenna ykkur þá myndi ég bara taka þetta og brjóta sig, byrja upp á nýtt. Bara skamma ykkur. Já, svona eru bara hlutinir. Þessir 2 fuglar hins vegar sem eru hérna hinum megin, þeir eru báðir rosalega flottir. Og hér, þið sjáu þau tala munin á ykkar fugli og þessum hérna 2 fuglum. Hafnarlega fallegur. Já, hann skemmtilegur, en þú veist, kubbarnir eru notaðir á allt annan máta í þessum hérna 2. Það sem að formin í sjálfum kubbinum notað til þess að búa til fuglinn. En það komin einhver rosa mikill karakter í þennan fugl og maður fer strax af stað að hugsa sögun á bakveðan. Hvað hann að gera og hvað hann? Er þið ekki sammála því? Þannig að þessi fær fyrstu verðlaun. Yes! Hann náttúrulega geðveikur fuglamaður. Þannig að hann nú ofta að horfa á, hann veiðimaður. Veiði mikið fugla, þannig að hann átti stóran þátt í þessu sigri. Já, þetta einhvern veginn bara small. Guðmundur og Betty náðu að sigra enn aðra keppnina og ljóst að hinn liðin þurfti að hafa sig alla við ef þau ætluðu að ná þeim. Hópurinn gerði sig kláran á næturstað sínum, The Herring Guesthouse, áður en haldið var á Hannesbói, þar sem maginn var fylltur fyrir næst síðustu keppni ferðarinnar. Nú ætlum þið að búa til desert fyrir ykkur sjálf. Reglurnar eru mjög einfaldar. Þið sjáu þarna 12 kökur fyrir framan ykkur. Ég seti þetta inn í ofn og það tekur 12 mínútur að baka þér. Sem þýðir það að þið hafið 12 mínútur til þess að græja 4 diska hvert lið. Þið megið nota þetta hráefni fyrir framan ykkur. Þið megið gera eins og þið viljið með það. En eftir 12 mínútur þá fáið þið 1 mínútu viðbót til þess að klára diskinn. 12 mínútur, byrja núna! Ég að baka í form í nokkrar bygglaðar dollur og þær í með dívangarð. Hér ég baka mitt brauð og sín. Við ætlum bara að hafa þetta gott. Já. Flott. Gott og flott. Bara listaverk. Er það alveg með? Í vændum.
Hvað ætlum við að gera? Við veitum ekkert hvað erum að gera. Og þess vegna sýt ég við svorlítið. Við ætlum bara að hafa þetta óksla. Hvað? Stílhreint. Hafa þetta bara svolítið hreint. Less is more. Já. Nei, ekki strax. Svo deili ég á kökum. Ég að elda mat. Og ég Hérna það fær viðskiptæðurinn, hann fær mikið fyrir peningin. Ég meina hann fá hérna þeytta rjóma, ís, kökuna, jarðarber, lágber og 2 sósur. Ég er líka geðveikt glöð með að fá svona mikinn rjóma. Já. Fólk sparar rjóma. Rjóma. Kíkjum á næsta staðar, það brannar allt saman hérna hjá okkur. Já. Leit rosalega vel þegar við vorum að setja það á. Þetta er rosalega gott sko, þó að nú er bara búið að drekka í sig svo. Já. Það er lítið á honum. Hann er fallegur samt. Já, hann er listaður, má segja það. Hvern myndir þú vilja fá? Ég held að ég myndi vilja fá rjóma gúmulegur. Ég verði að vera sammálaður, þetta er eiginlega mest fyrir peningana. Ég er ekki frá því að það séu tár í augunum maður. Já, ég er rosalega ánægð. En þetta var líka bara sanngjarnt. Já, mér fannst það. Við vorum bara með langflottasta diskinn. Bara án efa. Sigurinn er sætur. Það er svoleiðis. Voruð þið bara að hita upp þarna á fyrsta degi? Við bara ákveðum að taka þetta, almennilega, þetta gekk ekkert svona. Við erum okkur alveg til skammar, þannig að... Það var sem sagt helst til jafnt hjá ykkur á degi 2 og keppninni lauk í rauninni þannig að það var aðeins 15 stiga munur á fyrsta og þriðja sæti. Og 10 stiga munur á fyrsta og öðru og þar alveg 5 stiga munur á öðru og þriðja. Þannig að þetta var nú miklu jafnara heldur en svona útlit var fyrir í fyrstu. En ég held hreinlega að ég vindi mig bara í það að tilkynna sigurvegara. Er þið tilbúin? Guðmundur og Betty! Já! Til hamingju Guðmundur, nei! Við erum góð á skíðum en ekki á bretti. Ég stend alltaf aftur þó ég detti og niður brekkuna velti. Pall er aflaglóinn en ég er betri að flaka. Mér finnst þessi ferð góð. Mér finnst sexy sveit flott. Mér finnst þessi ferð góð. Mér finnst sexy sveit gott. Fiskurinn vildi ekki bíta á silfuröngul. Hann vildi frekar glimmer og alls konar skæra liti. En það er í lagi, okkur alveg sama. Við kunnum hvað sem er, ekkert að flaka. Við förum bara frekar að leita að Hannes, leitar Hannes, leitar Hannes, leitar Hannes.